Mér finnst þetta sko ógeðslega sætt og búðurinn þannig ekki vel. Hann alltaf svona víður. Viltu kaupa þetta? Ok, hérna smá kuldagalla úrval. Mér finnst þessi bara mjög flottur sko. 27.000. Ertu ekki að grínast? Þetta kostar 27.000 krónur. Já, kom borga. Halló, hvað ertu með? Má ég fá eina með? Einn. Æ, vá, hvað góður. Er orka að klóri sér? Hver er þetta, Oliver? Ertu nokkuð hrædd við orku? Nei, hann er bara góð. Það er verið að skreyta tréð okkur, sérst ekki? Er að koma jól, Oliver? Fallegt haustveður. Svo næs. It seems that just overnight the deep blue sky has changed its look. It seems to be tinted with a faint sadness, just like my mood. Is it the uneasiness of the gradually desolate? Or is it sad for the past? Svarti vídeo af hvernig það lítur út. Þetta er Halloween. Það er svo snjóstofnum. Ég sé ekki. Þetta er bara þoka. Já. Vá, hvað eru löng. Nú er ég eins og túristarnir hérna. En sjá hvað þeir nú langt. Þeir nú alveg. Það er alls að feita hér. Allir út að greitið að taka. Taka það upp, bara taka þetta. Þeir eru að dansa. Brynjar er búin að giska á svona 10 staði hvert við erum að fara. Og hann er ekki búin að giska rétt. Ég heldur að hann veit ekki eins og hvað staðar þetta er. Því við höfum aldrei farið á hann áður. Við erum að labba á hann núna. Það er svo mikið þoka. Þoka á norðurljósnir í bæ. Hæ. Forréttur. Arancini. Boltar. Með parmesan. Stíft. Og cheese pull. Þá er það steik eins og alltaf. Og er þetta smælki. Og grammeti. Og ástæðan okkur við komum hingað. Caesarsalat. Það er mikið. Já, þetta er risaskál. Þú verður að taka með heim. Já. Ég er búin að heyra að það sé mjög gott Caesarsalat hérna. Sem er mjög erfitt að fá á Íslandi. Þannig ég er mjög spennt að smakka. Þetta lukkar allavega vel. Bon appetito. Bon appetito. Hvernig svo er þetta? Þetta er trönubera. Nei, ég smakkaði þessu. Þú veitum hérna með þetta smá gafnum. Með byrjum sko. Og hittum. Alltaf Jón er að koma með kjöti. Þetta er crispy kál. Dressingin er mjög góð. Brynjar að kaupa ís fyrir mig í Vesturbæjarísbúð. Sæti minn sem fer alltaf inn fyrir mig. Þetta var bara mjög fínn matur, mjög rólegur sem ég samt alveg grunnaði af því þú veist, þetta er ekki eitthvað vinsælt staður. Þetta er hótelstaður held ég. Ég man ekki hvort ég sagði hvað hann heitir, Das. En já, ég sérst fór út af því ég var búin að sjá gott Caesarsalati og það var mjög gott en 3.000 eitthvað kall fyrir Caesarsalat er náttúrulega bara galið. Þetta ætti að vera svona sem að fæ sér í hádeginu, þú veist, á svona 1500 krónur. Myndir örugglega ekki fara næsta aftur en hann var samt, þú veist, við erum samt alveg ánægð með valið og Brynja var mjög ánægð með matinn sinn. Ólífur er bara hress og kátur hjá mömmu í næturpössun. Ég er skráð í Pilates 10:30 á morgun en ég ætla bara svona að sjá til hvort ég ætla að mæta eða ekki. Það væri alveg næs að sofa bara út líka svona þegar maður getur það. Ég tek örugglega eitthvað upp á morgun. Þannig að núna er það bara heim í bananhlæja og mér langar svolítið að spila skrabbúl og við horfum. Allavega eitthvað kósí. Góðan daginn. Getur eitthvað sagt mér, af hverju alltaf þegar ég fæ næturpössun þá vakna ég og mér líður eins og ég sé þunn, þú veist, eða á að vera svona maður fenn, þú veist, að hvíla sig og vakna ferskur og bara gekk og skapi. Nei, ég vakna alltaf þunn og nenni ekki að gera neitt.
yfir daginn. Klukkan sko að ganga 1:30 og ég að fá mér fyrsta kaffi mitt. Ég búin í rústi. Ég svafi með make-upið á mér í nótt og bara taka fram, ég hætti að drekka fyrir meira en ári sko, þannig ég var ekki einu svona að fá mér eitt drykk í gær. Ég vakna bara alltaf einhvern veginn búin á því. Ég held að sé bara því ég að sofa, þú veist, of mikið eða ég ekki með neina rútínu, þú veist, Oliver rútínan mín. Þannig ég ekki með neina rútínu þegar ég vakna ein og þá ég bara eitthvað að leyfa mig geðveikt að vera löt. Ég ætla að fara til mömmu bara til smá að hitta þau. Mig langar smá að setja á mig heyrnartól og bara taka, þú veist, bara korter þrif á meðan ég klára kaffið mitt. Af því ég búin í rústi. Ég var bara of þreytt í gær til þess að ganga frá og við vorum bara í cozy. Ég ætla að taka bara 15 mínútna reset. Það svona þægilegt að bara setja vekjarklukku í símaðinn. Þú bara ok, bara 15 mínútur, allt sem ég get gert á þeim tíma, það bara eitt. Og þá allavega ég búin að gera eitthvað, þú veist, þá get ég bara klárað í kvöld. Já, þetta svona típisku dagur sem ég hefði ekkert tekið upp myndavélina að því ég bara þreytt og löt, en ég ætla að taka upp myndavélina að því ég þreytt og löt. Að því að það peppa mig í að vera ekki þreytt og löt. Og ég ætla að sýna ykkur hvað ég dugleg að taka til 15 mínútum. Herðu, ég náði að taka bara aðal rýmið, þannig að það allavega orðið frekar fínt. Það bara fara með rusl og taka herberginn. Ég lít bara líka út fyrir að vera þeirn. Ég ætla að klára kaffið mitt og ég ætla að fara til mömmu. Ég held að ég ætla að láta hann baka vöfflur fyrir okkur og sjáum bara svo til hvað við gerum í dag. Ég miklu betur að vera búin að þrífa aðalsvæðið. Ég svo mikið þannig að það drasli kringum mig þá ég þreytt og ég var ógeðslega þreytt af því það var bara allt í drasli, þannig að mér líður miklu betur núna. Okay. Takk til Jenny. Var það ekki gott? Viltu vatn til þess að skóla? Viltu vatn? Já. Já. Það sigur ekki góður. Það Brynja búin að vinna. 7. Lengur, þú neglir mig stanslust en alls ekkert gengur. Gleymdi hún eftir vil kind eða kamri kæliskap? Jæja, klukkan gamla 8 og ég og Oliver setjum inn að borða morgumat. Það fyrir leikskólann smá. Leikskólann er lokað. Nei, hann opinn í dag. Ætlarðu að fara í leikskólann? Já. Já. Ég skráði í 9:20 Pilates. Það bara mánudag í reset hér á bæ. Og ég tók smá reset að sjálf á mig og sett á mig brúnkukrem í gær sem ég hef ekki gert í bara örugglega einhverja mánuði. Ég hef örugglega ekki gert það bara síðan í ágúst eða byrjun september. Líður allavega miklu svona meira fresh. Setti líka svona andlitsspray í andlitið. Þannig að ég er alveg hægt að nota brúnkukrem er að því að ég æfi alltaf á morgnana. Ég seti mig brúnkukrem á kvöldin þegar ég styrst á morgnana. En það samt alltaf, þú veist, smá brúnkukrem eftir og það litar íþróttafötin mín. Því ég svitna alltaf á æfingum. Ég alveg búin að skemma einhver íþróttaföt, þannig að seinast þegar það gerðist, þá var ég bara ég er hægt að nota brúnkukrem. En ég ætla að prófa það í dag, þannig að vonandi skemmi ég ekki innan fína kensenból. Ég á eftir að gera matseil fyrir vikuna, þannig að ef ég næ að fara á tröppuvélina fyrir tíman, þá ætla ég bara að gera hann á tröppunni. Svo þarf ég að taka viku innkaupin í dag. Ég þarf að ganga frá smá þvotti, skiptum á rúminu. Því vanalega tekið sko sunnudaginn sem svona reset og síðan mánudagurinn, þú veist, allt ready einhvern veginn. En það svona ákveðna hluti sem ég ekki búin að gera í dag til þess að reseta vikuna. Ná já, bara gleðilega nýja viku.
komin tími til að enda þetta vlog. Ég búin að eyða kvöldinu í klukkan 8. Ég var að byrja í kvöldi á því að skúra og ryksuga. Ég hef ekki skúrað í bara í sumar. Gólfið var mjög skítugt, þannig að much needed. Já, það var allt mjög fínt. Ég að fara að taka saman æfingadót fyrir morgundaginn. Ég ger það alltaf á kvöldin, tek allt saman sem ég þarf fyrir næsta morgun. Ég gerði matseðil áðan sem ég skal setja hérna upp af því ég vil alltaf gefa ykkur inspo á matseðli vikunar. En annars bara takk fyrir að horfa á annað vlog. Endilega setið like ef ykkur fannst það skemmtilegt og subscribe og við sjáumst bara næst.